Jóhann Ágúst Jóhannsson. Jóhann, eru vextir á Íslandi of háir? Já, það ekki? Ég held að. Hafa vextir einhver svona sérstök áhrif á þig og þinn rekstur og hérna svona fjármál heimilisins? Já, sérstaklega fjármál heimilisins, já, og húsnæðislánið, það náttúrulega aðal hinn stóri þáttur í þessu stóra samhengi sem vextirnir spila. Þá held ég að svarið sé tvímælalaust já. Heldurðu að Seðlabankinn hafi gert rétt með því að halda vöxtum óbreyttum í dag? Já, ég er bara nokkuð þakklátur fyrir það. Já, að þeir hafi ekki hækkað allavega. Allavega það var allavega bara staðið á bremsunni. Svoleiðis þetta er bara, status quo í bíli. Ég heiti Jóna Ólafía Sigurvinsdóttir. Jóna, eru of háir vextir á Íslandi? Já. Hvers vegna segirðu það? Það vita allir sem eiga húsnæði, sem að kaupa sér húsnæði. Finna fyrir þessari breytingu. Já. Breytingu, þetta hefur staðið í stað svo sem og hækkað. Ég hitti mann áðan sem var rosalega glaður yfir því að þeir hefðu allavega ekki hækkað. Þannig að sumir eru jákvæðir. Ég keypti mér húsnæði fyrst fyrir 40 árum. Þetta er alltaf verið eins. Þetta er ekki skánað. Það verður ekki skánað. En hvað finnst þér svona aðgerðir Seðlabankans í dag og kannski bara svona síðastliðina 3 ára? Jú, þeir eru að reyna að láta þetta hjaðna. Það er jákvætt. Finnur eitthvað fyrir því að vaxta umhverfið og verðbólgan sé eins og hún er svona í þínu daglega lífi? Já, mér finnst matur dýr. Það er eiginlega allt dýrt. Það er bara dýrt að lifa á Íslandi. Erla, eru vextir of háir á Íslandi? við vitum það öll að þeir séu alltaf háir. Algjörlega ósanngjarnt. Hefur þetta ákvörðun Seðlabankans í dag að standa í stað lækkunar, hefur þetta eitthvað svona sérstök áhrif á þitt heimilisbókhald? Það gerir það náttúrulega. Allir þeir sem eiga heimili, íbúð, þá er þetta að hafa áhrif auðvitað. Finnurðu almennt fyrir þessari vaxtastefnu stjórnvalda eða svona í öðrum svona hlutum eins og bara í neyslu, mat og annað? Já, þetta er náttúrulega bara seinasta árið eða seinustu árin hefur þetta verið bara að þyngjast róðurinn. Ég held að það séu svona allir meðalmaður finni það mjög vel. Þannig að þetta verður ekki auðveldir allavega. Hilmir Þór Einarsson. Hilmir, eru vextir of háir á Íslandi? Mig grunar það, já. Þú finnur ekki mikið fyrir því sjálfur? Ég finn eingöngu fyrir mig sjálfur. Nei, þú finnur ekki mikið fyrir því sjálfur? Jú, ég bara einbeiti mér að vinninni og veit ekki mikið hvernig vextirnir hafa það mikil áhrif, sko. En mig grunar þessu alltaf háir. Þú hefur ekki haldið niður þér andanum í morgun þegar að Seðlabankinn hélt sinn fund og tilkynnti óbreytta stýrivexti. Hvenær fær maður góða fréttir frá þeirri átt? Það er góð spurning. Nei, það kom mér ekki á óvart. Rósa Birgit Ísfeld. Rósa, eru stýrivextir of háir eða vextir almennt á Íslandi? Ég held að vextir almennt séu of háir ef það er nógu einfalt svar. Það er mjög einfalt svar. Hefur þetta, fréttir dagsins, hafa það einhver sérstök áhrif á þig? Fylgdustu með fundi Seðlabanka í morgun? Nei, ég er ekki að missa mig yfir stjórnmálum. Almennt er ég bara glöð að fara út í daginn og það er sól í dag. Þannig að ég líka ekki fréttaþyrst yfir stýrivöxtum. Sigríður María. Eru vextir of háir á Íslandi? Já, þeir eru það. Hvers vegna segirðu það? Hvers vegna? Ég held við bara sjáum það samanborið við aðra þjóðir í kringum okkur. Og fylgdustu með fréttum morgunsins óbreytta stýrivexti frá Seðlabanka? Nei, veistu, ég misti af því. Ég er bara að heyra það núna. Þeir eru óbreyttir, en hvernig kemur það við þig? Bara eins og flesta, ekki vel. Þannig, já, þetta er ekki alveg nógu gott, sko. Sástu fyrir þér að þeir yrðu mögulega lækkaðir? Nei, veistu, ég held ég hafi vitað að þeir ætluðu sér ekki að lækka þá. En þú veist, þetta er ekki gott.
fyrir okkur öll sko, nei. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.